Hvenær verða kapítulaskipti í sögu þjóða? Það má auðvitað lengi deila því að margt má leggja til í grundvallar. Hernám Breta markar þó tvímælalaust þáttaskil í íslenskri sögu, en með talsverðum rétti má líka segja að 10. apríl þetta sama vor sé merkisdagur í sögu okkar, þótt hans sé aldrei minnst. En gildi hans markast af því að daginn áður höfðu Þjóðverjar hernum í Danmörku og Danir valið þann kost að veita ekki mótspyrnu heldur gefast upp. Fundur var settur í sameinuðu alþingi klukkan 2:25 árdegis í nótt. Útbýtt var á fundinum þessum tveim þingskjölum. Í fyrsta lagi tillögu til þingsályktunar æðsta vald í málefnum ríkisins frá ríkisstjórninni. Með því að ástand það sem nú hefur skapast hefur gert konungi Íslands ókleift að fara með vald það sem honum fengið í stjórnarskránni, lýsir alþingi yfir því að það felur ráðuneyti Íslands að svo stöddu meðferð þessa valds. Og í öðru lagi tillögu til þingsályktunar meðferð utanríkismála og landhelgisgæslu frá ríkisstjórninni. Vegna þess ástands nú hefur skapast getur Danmörk ekki rækt umboð til meðferðar utanríkismála Íslands samkvæmt 7. grein dansk-íslenskra sambandslaga né landhelgisgæslu samkvæmt 8. grein téðra laga og lýsir alþingi þess vegna yfir því að Ísland tekur að svo stöddu meðferð mála þessara að öllu leyti í sínar hendur. Þessar tillögur sem Helgi Hjörvar talaði þarna í útvarpsfréttunum, þær voru samþykktar á þinginu og að því leyti að þá hafði verið skorið á öll tengsl á milli Íslendinga og Dana. Í rauninni 700 árum eftir að við glötuðum sjálfstæðin úr höndum okkar, þá kom þetta fyrirvaralaust tilbaka. Og þar með urðum við Íslendingar aftur fyrirvaralaust, frjáls og óháð þjóð, þann 10. apríl. En af því sem á eftirfylgdi leyti líka að ekki var langt í þessu nýfengna frelsi okkar. Þegar Bretar hernámu Ísland var æðsta vald í ýmsum málum í raun tekið úr höndum íslenskra valdhafa. Við hernámið var það loforð gefið að breski herinn myndi forðast eins og kostur væri að skipta sér af innlendum málum, öðrum en þeir sem tengdust hernaður öryggi landsins. Óhjákvæmilega voru þó ýmsar öryggisástæðunir nauðsynlegar sem höfðu áhrif til dæmis á skipaferðir, sjósókn og umferð fólks í námunda við hernaðarlega mikilvæga staði og mannvirki hér í landinu. Og eins ráðstafanir sem miðuðust við það að Þjóðverjum bærist ekki njósn af ferðum og umsvifum hersins. Og þá má nefna líka upplýsingar veður og annað sem getur komið að notum eða grafið undan öryggi landsins á annan hátt. Foringjar setuliðsins, fyrst þess breska og síðar einnig þess bandaríska, létu líka semja herlög sem hefði í raun veitt þeim öll völd í landinu. Til þess að hafa tiltæk reyndu Þjóðverjar að gera hér innrás. Þar sem ekki kom til þess urðu herlögin aldrei annað en plagg í skúffum í skrifborðum hershöfðingjanna. Æðstu valdhöfum íslenskum var greint frá þessu, en að öðru leyti fór þetta leynt af ótta við pólitískar afleiðingar ef þetta kæmist í hámæli. Af opinberri hálfu var þegar við upphaf hernámstímans tekin svo stefna að hvetja fólk til þess að sýna bresku hermönnunum fulla kurteisi, en forðast náinn skipti við þá. Ýmis félagasamtök gerðu samþykktir í þessa veru og þetta var brýnt fyrir börnum og unglingum í skólum. Þegar Bretarnir komu, þá var ég hérna í Austurbæjarbarnaskólanum og ég minnist þess að kennarinn sagði við okkur að við ættum ekki að hafa nein afskipti af þessum hermönnum þegar við værum hernumin þjóð og þeir væru hérna án þess að við hefðum óskað eftir því að þeir kæmu og við ættum að láta þá alveg afskiptalausa. Raunar var bresku hermönnunum í fyrstu að minnstakosti líka skipað að hafa sem minnst saman við landsmenn að sælda. That was very difficult and disappointing for young virile Marines like we were, 20 years old. But nevertheless, we did obey. In fact, we had very little alternative because we had limited contact with the local population. And all we could do was to look longingly from sometimes a distance at the lovely girls that we'd missed. En auðvitað var þessi afstaða fjarri öllum veruleika. Hermenn í hundraða og þúsundatali sprönguðum götur Reykjavíkur og settu brátt mikinn svip á götulífið. Víða land til sjávar og sveita risu herbúðir stórar og smáar.
Óhjákvæmilegt var að oft tækjust náin kynni af ýmsum toga með þessum útlendumönnum og því fólki sem fyrir var í landinu. Og sambýli var margt miklu áfallaminna en ef til vill hefði mátt ætla. Sambýlið var ákaflega gott. Það má heita að það hafi ekki komið upp neitt mjög alvarlegt ágreiningsefni. Það má kannski gera ráð fyrir því að hermenn hér hafi verið, já, kannski rúmlega helmingur af fjölda bæjarbúa. Og þegar á þetta er litið, fjölda hermanna og fjölda bæjarbúa, að þá má kalla það alveg makalaust hvað þetta gekk vel. Sumstaðar var sambúðin mjög náin. Dæmi það var Hrísey og Eyjafirði þar sem var fámenn varðstöð. Þeir byggu inn á heimilinu hjá okkur og þeir höfðu stofu, stóra stofu og aðganga eldhúsinu með mér. Á þessum áru var ég 9 ára stelpuskott og mér fannst þetta náttúrulega alveg stórkostlegt að fá bara þessa mennin á heimili. Ég hafði átti engin systkini og þetta voru, já, þeir voru svona 18-19 ára, þessi piltar og voru mér afskaplega góðir. Og mér fannst bara eins og ég hefði eignast þarna bræður þegar við komum inn á heimilið til foreldra minna. Ég held ég hafi ekki verið þeim neitt slæm og þeir voru mér allir góðir. Ég held að þessir menn hafi allir kunnað mjög vel við sig í Hrísey og litu á foreldra mína bara sem sína foreldra. Og þegar þeir voru að fara þá grétu þeir föðmuðu að sér og bara grétu. Mér fannst Bretarnir vera frekar umkomulausir en þeir gerðu sér þó fljótt farum að vingast við okkur krakkana, voru að gefa okkur salgæti af fátæklegum byrðum sínum, kannski í þeim tilgangi að svona komast inn á heimili. Þetta voru mest ungir menn nýkomnir á herskyldualdurinn, söknuðu eflaust mömmu sinnar og Arinn eldsins heima í Bretlandi. Ég man eftir einu atviki þar sem að einn ungur Breti fór að heimsækja okkur. Kannski hafa papp og mamma einhvern tímann boðið honum í te og hann tekið það þannig að hann væri bara velkominn hvenær sem væri og hann fór að koma með bresku dagblöðin og settist inn í stofu og las þau í rólegheitum. Mömmu líkaði þetta nú ekki og var einhvern tímann að ráðgast við mig og yngri bróður minn fram í eldhúsi hvernig hún gæti nú gert honum skiljanlegt að hún kærði sig nú eiginlega ekkert þessar heimsóknir. Bróður minn var svolítið smámæltur á þessum árum og hann kunni nú ráð við þessu þótt ungur væri og sagði á sinni smá melsku: "Þið honum bara að geða hóm." Þetta skildi nú Bretinn gera hóm eða fara heim því að hann stóð upp og pakkaði blöðunum saman og við sáum hann ekkert eftir það. Þessir hermenn urðu góðir leikfélagar beinlínis. Þeir virtust hafa gaman að því að leika við okkur strákana, krakkana og ekki síður að gefa okkur eitthvað ef að þeir gátu það. Hér er til dæmis skjaldarmerki herdeildarinnar, York and Lancaster, sem var herdeild hér á Akureyri. Hermennir höfðu nú tilhneigingu til þess að rétta góðgæti að börnum og vafalist fullorðnum líka. Það var ekki vel séð á mínu heimili. Ég man eftir því mjög snemma að ég var einhvern tímann á gangi með móður minni og þá keyrði fram hjá okkur herbíll og hermennir köstuðu salgætispoka til okkar og ég ætlaði að hlaupa til og grípa þetta eins og sá krakki sem ég var. En þá greip móður mín í handlegginn á mér og sagði: "Í hernumdu landi þiggur maður ekkert af hermönnum." Setuliði gerðist óðara umsvifamikið margs konar framkvæmdir því að brýnt var að koma sem fyrst upp varnarbúnaði og leggja flugvelli. At that time, I think we were working almost round the clock on shifts, 24 hours per day more or less, whenever possible. Raunar var upphaf hernámstímans engin sælutíð fyrir bresku hermennina því að búnaður þeirra var ekki bara gamall og úreltur heldur skorti líka tæki til þess að koma til dæmis fallbyssum á þá staði þar sem herstjórnin hugðist koma þeim fyrir.
Landgönguliðanum Bert Ward enn í fersku minni hvernig hann og félagar hans voru notaði sem dráttardýr við að koma fallbyssum frá Reykjavík upp á Kjalarnes. We had to manhandle the guns up to this small hamlet by ropes and so forth. Bearing in mind at that time the only tarmac road out of Reykjavik extending to about a mile. From then on one went into virtual cart tracks, and even if there were lorries that were big enough to haul the guns, which I don't think there was, it would have been impossible for, because some of the bridges were so narrow it was great difficulty, and I think we had to ford 2 of them. And it meant on occasions we literally had to tie knots around the bottom of the spokes, just pull them one length and then retie them. And then going down the slope we're all holding on to that. And I suppose we were pulling these things for something like 14 to 16 hours a day, pitching tents in the night to snatch a few hours of sleep. I think that's where I got used to only sleeping about 4 hours, but that's it. But food was brought out to us from the billet. 1 or 2 people remained, particularly the cook, and there was an old lorry thing that used to bring it out in containers. But that's how we went, and we eventually reached the farmhouse where we commandeered a cow shed about, 6 days later. But then we had to go down to the point from then on in, which took about another 3 days. Ýmsum brögðum var líka beitt til þess að láta líta svo út sem vopnabúnaður væri meiri og betri en hann var í rauninni. Ég man það að þeir bjuggu til sandpokavirki mikið niðurgrafið á Moldhögnahálsi og settu þar niður mikið mannvirki. Það voru undirstöður og svo gífurlega langur símastaur að mér sýndist sem málið í stríðsmálningu og reist hann upp þannig að hann stóð svona til himins út í áttunum til fjarðarins. Þetta átti að vera til þess að hræða Þjóðverjana frá því þetta gæti síst af flugvél eins og það væri loftvarnabissa. Og þannig voru fleiri byssur sem þau voru með voru ekkert annað en málað timbur. Þótt hald hefði verið lagt á ýmsar byggingar vantaði setuliðið samt tilfinnanlega húsaskjól. Við byggum fyrst í tjöldum og ég var sendur út á Álftanes með loftvarnabyssu og við vorum í tjöldum þar alveg fram í desember. Hvernig vist var það? Þó til kalt. Það var ekki beinlega skemmtilegt. En svo við byggðum bragga það og það var strax orðið betra. Þarna kynntust Íslendingar nýrri húsagerð, bröggunum sem brátt risu í stórum þyrpingum. Raunar voru braggarnir ekki alltaf beisnir íverustaðir og utandyra var oft ókræsilegt að litast í vætutíð. En þessar framkvæmdir allar veittu mörgum vinnu og ungir og aldnir flykktust í bretavinnuna sem svo var kölluð. Ég var 14 ára gamall og fóstbróðir minn og þeim í sama húsi. Okkur ofbauð nú að láta strákar sem voru 16 ára raka saman penningum og við undirbyggum þetta mjög rækilega. Reyndum að vera fullorðinslega klæddir, settum pappír í skón okkar og vera hærri og fórum svona í alþjóðhús og það fengi allir vinn í flugvöllin. Svo komið okkur og hvað gamli var spurt, 16 sagði við, fæddir hvenær sagði kallinn. Þetta var allt þrautundirbúið hjá okkur. Jæja, sagðan. Svo fengum við miða og við áttum að mæta hérna í Öskjuhlíðinni, grjótnámi og við vorum í flugvellinum til hauss. Og við rökuðum saman penningum þvílíkum kynstrum að ég hef aldrei átt annað eins fé. Já, við vorum náttúrulega margir ungir menn þarna á Akureyri þegar Bretavinnan hófst og sóttum mjög í að fara þangað. Við höfðum nú ekki séð mikið af penningum og ég man það að það var stundum hart barist að komast í bíó á sunnudögum. Við vorum 14, 15 og 16 ára. Hópurinn sem ég var nú í var þarna á Oddeyrinni og við vorum áður en að við komum til sögu þá höfðum við orðið varið við það að feður okkar og eldri bræður höfðu sótt í þessa vinnu og fengið hana og
svimuðu í gulli við það að fá þessa vinnu. Ég man það að ég var við það að leggja svokölluð fótstykki að þessum Nissan-bröggum sem þeir byggðu heilu kampana úr íverustaði sína og þeim lá mikið á þessu. Það var mikil vinna við að koma þessu upp og var að gera það í hvelli og menn gengu á þetta í röðum. Eitt gengið gróf fyrir steinum undir fótstykkin, annað gengið kom og setti fótstykki og svo kom þriðja gengið og setti bogana og svo fjórða gengið setti upp járnklæðningabogana og þannig að þetta gekk mjög hratt fyrir sig. Því þeir voru í öllum skólum og öllum opinberu húsnæði og lokuðu fyrir allt eða ekki náðist árangur fyrir haustið eftir fyrsta sumarið þar. Og þetta þýddi náttúrulega mikla fjármuni. Meðan þetta varði, svo dró nú smá saman úr þessu og maður leitaði annað sem eðlilegt var. En þetta var mikil sending að fá þessa menn hingað hvað atvinnustyrktir. Og við höfðum mikið fé upp úr þessu og ég man það að við höfðum eitthvað 95 krónur á viku sem var ágættir peningar þá og ég man það að við fórum úr því stígi að argast í foreldrum okkar fyrir bíómiðum á sunnudögum í það að taka okkur leigubíl helgar og keyra Svo þetta var mikið góður tími. En vinnufélagarnir voru ákaflega sérstakir. Þetta voru gamalmenni sem voru lengi, sumir sem voru löngulegstir í kör, orðnir heilsulausir. Þeir tóku heilsu sín á ný og byrjuðu flugvellin. Drykkjumenn, steinhætt að drekka, fóru að vinna í flugvellin. Þetta voru alls konar landflóttamenn. Nú og svo bara hinn almenni maður og þetta voru einhverjir svona eilíðarstúdentar og þetta var svo glitrandi mannlíf að maður sjaldan vita hana. Svo var ákveðin stétt manna sem gaf sig út fyrir að vera enskumælandi og það var kallaði túlkar. Þeir voru eins og sagt var í þátt á doppulkaupi og það var nú fín enska samanber þessi fræga setning að vildi einhver túlkurinn, þetta var nú öðlingar sumir að þeim hreinir bandittar inn á milli. Samanber þessi fræga setning sem að var nú sagði hér á flugvellinum að túlkurinn vildi eitthvað vingast við officeran og sagði Sir, very bad weather igår. Fire braggar fugu upp and I don't know how many people forced. Ekki eruðu þeir síst allshugar fegnir Bretavinnunni sem áður höfðu mátt láta sér nægja stopula vinnu eða jafnvel aðeins átt naumt skammtaðar atvinnuleysisbætur. Íslenskt þjóðfélag fyrir stríð var nefnilega allt annað en það sem við þekkjum nú. Ég kynntist fjölskyldum hér í Reykjavík þar sem fátæktin og klæðleysi var svo mikið að þegar að krakkarnir átti ekki til skiptana og þegar þess að þvoði þá voru þess vegna látin líka í rúminu. Og eins var það að eins nauðsynlega hluti eins og mjólk skorti mjög hjá þessu fólki. Það hafði ekki efni á að kaupa mjólk, svo ég taki dæmi. Eins var það að ég sá iðulega hérna við höfnina, ég átti það stundum leiðum, frá verkamannaskílinu að þar nortuðu kallarnir í vonið vinnu og þeir áttu engin lífðarföt til að vera í, hvernig sem veðrið var, margir hverjir. Og þeir voru með sér hressingar, kalt kaffi í smápélum, vasapélum, í rasvasalum heimanna frá sér. Þeir höfðu ekki ráð á að kaupa það í verkamannaskílinu. Fátæktin mikil og atvinnuleysi mikið og til dæmis þegar var verið að skip voru að koma að, hvort það var heldur að skipa fisk eða annað, eða svona, þá voru fleiri menn sem beðið eftir að reyna að fá vinnu. Það var bara valið úr erfáir og svo gengu hinnir heim. Ég alin upp vestur á Hellsandi, vestur á Snæfellsnesi og þar var bara sjórinn, mennirnir réru út á sjóinn og áttu sjálfi bátana og þar voru ekki svo voðalega bát kjör sko. En svo þegar ég kom hérna til Reykjavíkur þá fannst mér óskaplega mikil fátækt hérna.
og fólk svona öryggislaust. Það átti ekki húsnæði og það var leigði og svona. Hér var mikið atvinnuleysi og raunar furðulegt hvernig menn gátu haft í sig og á þegar þeir höfðu kannski ekki vinnu nema í 3 mánuði á ári yfir sumartímann og síðan urðu þeir að lifa á skepnum, sjávarfangi yfir veturinn í 9 mánuði. Ég er nú að sjómannafjölskyldu og verkamannapabbi var nú kominn í land og ég man eftir því að það var farið, þeir fóru 5 á morgnana niður á höfn. Stundum fengu þeir eitthvað að gera, stundum ekki neitt, það var mikið atvinnuleysi. Og var það oft þröngt í búi? Það var oft þröngt í búi, já. Marga fiski fekk maður bara pollarnir þegar tórarnir voru að koma, þeir voru að gefa okkur fisk og við drófum þetta á eftir okkur heim. Það hefur verið kærkominn búbót? Það var kærkominn búbót. Svo breyttist þetta allt eftir hernáminn, sko. Og með komu setuliðsins rann upp gósen tíð. Margir sem til skamstíma höfðu haft úr litlu að móða höfðu allt í einu fé handa í millum og nú var víða færi á að láta rætast það sem fram að þessu hafði aðeins verið draumur. Enda þótt stríðið kæmi nú harkalega við marga, þá það nú svo að fátt svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott og efnahagur margra Íslendinga snöggbatnaði fyrstu stríðsárin og ég tek sem dæmi foreldra mína sem að gátu þá látið þann drauminn rætast að komast í menntaskólann á Akureyri. Ég tel víst að ég hefði ekki komist þangað á óbreyttu ástandi. Ég var ákaflega þakklátur, ég féll vel í skólanum og ég rek lífsgæfi mína á margan hátt til skólavistarinnar þar. Þegar ég svo mörgum árum seinna fór að skrifa sögu skólans þá þyrmdi yfir mig svo hugsun að skólavistin, skóladvölin mín, hefði verið goldin því verði að milljónir jafnaldra minna út heim lét lífið. Slíkar vangaveltur voru þó fjarri þeim sem nú möluðu gull vegna setuliðsins. Ekki var samt allt algott í þessu efni því að mörgum þótti sem vinnusiðferði Íslendinga setti ofan í Bretavinnunni. Það vildi þannig til að ég var eini Íslendingurinn í flokki 25 eða 6 Breta og þarna komst ég í kynni við vinnubrögg sem ég hef nú ekki kynnst áður, að þarna var að hér virtist markmiðið að koma sem minnstu af og sýna sem mesta augnaþjónustu að hugsast gat. Ég fékk að vísu skóflu til þess að halda á, aðalega til að styðja mig við því ég fann fljótlega að það var eiginlega ekki allast til þess ég notaði hana til annars. Nú, afköstin voru náttúrulega eftir þessu og það var ævinlega hafður maður á vakt til þess að fylgjast með því hvort að kæmi þarna einhver hærra settur foringi heldur en okkar stjórnandi. Og þá áttum við nú að vera eitthvað að sýna einhverja tilburði. Það var nú ýmislegt brallað í Bretavinnunni og menn unni ekki meira en þeir þurftu. Verklag var allt annað heldur en Íslendingar höfðu átt að venjast. Til dæmis var mikil íþrótt að standa með skóflu og styðja sig við hana eftir að Bretarnir komu en hafði verið talið alveg óþolandi ástand áður en þeir komu. Nú, það var til dæmis engin hreinlætisaðstaða þegar flokkar voru að vinna úti og þeir eru að fara á bak við hóla og steina og þá kom oft fyrir að þeir sofnuðu og þeir voru látnir sofa, það var engin sem rak á eftir þeim. Nú, ég man að ég var á Melgerðismelum við lagningu flugbrautarinnar þar tíma og þar gekk allt mjög rólega fyrir sig og menn voru svona þægilega ánægðir með þetta. En gamla fólkið kvartaði sáran og sagði að nú væri öll vinnukergja í Íslendingum farin til andskotans með komu þessara manna. Það var eins og það væri nú aðalatriðið. Já, það ekki nokkuð á því að vinnulag á Íslandi, það Reykjavík og víðar, það gjörbreyttist við þetta. Þetta var óstjórn á þessari vinnu, þetta var illa skipulagt og
og svíksemi mikil í vinnu og þetta ágerðist. Og þetta var nú leiðileg vinna margt af þessu. Vinnutími var ekki sér langur oft á tíðum og menn tóku þá gjarnan að sér vinnu annar staðar eða maður ekki lengi og sögðust bara að hvíla sig þegar hjá Bretanum á meðan. Við vorum mikið í keksflutningum hjá Bretunum. Það var eins og þeir hefðu aðalega komið til Íslands til þess að borða keks. Þeir drukku te, mikið te og síðan var alltaf verið að aka keksi. Þeir voru með stutta Bedford bíla með geysilega stórum dekkum sem að myndu gera þau dekk sem að jeppahöfðingjar eru nú með alveg blá og græn af öfund miðað við þau dekk sem þeir höfðu. Og þeir óku á þessum Bedford bílum sem voru nú ekkert mjög hraðfara með keks suður Eyjafjörð, vestur á Þelamörk og að skógum og við vorum mikið í þessum flutningum. Þetta voru háar keksstæður sem komið þegar skipin komið, þá var svo hlaðið eiginlega beint upp í loftið og við vorum að príla þarna upp til þess að lesta bílana. Það var kössunum, þetta var látið stóri kassar og kössunum var 4 niður stalli, handlanga niður. Og þarna stóðum við daginn langan við að handfjalla keksið og fara svo með bílunum og þá voru náttúrulega oft stórar slæpur teknar í sambandi þessu keksflutninga. Því þar vorum við bara einir með bílstjórunum og þeir voru bara að reykja sína Players og Commander og varðaði ekkert það þó við kæmum aldrei tilbaka og þyrfti aldrei að koma tilbaka til Akureyrar. Uppspratt fjöldi veitingastaða þar sem að Bostonum var ýmislegt sem setuliðsmennirnir þekktu að heiman en Íslendingar höfðu fram að þessu ekki lagt sér til munns. Ýmiss konar þjónusta önnur varð líka til. Hermennirnir eru þess til dæmis fljótt áskynja að þeir gátu sloppið að þvo sjálfur á sér plöggin. Á mörgum heimilum var tekið fegins hendi auka tekjum að Bretaþvottinum sem svo var kallaður. Þetta voru fyrstu peningar sem ég eignast til þess að leggja í sparisjóð. Ég hefði aldrei átt krónu til þess að leggja í banka og sparisjóð fyrir heldur þvottapeningin. Svartamarkaður ýmiskonar tók líka fljótt að blómstra. Hernum fylgdi ýmiskonar varningur sem fáséður hafði verið hér á landi fram að hersetunni og stríðið olli því líka að erfitt gat verið að komast með venjulegum hætti yfir ýmislegt sem hann vanhagaði En þessu var allt bjargað með gagnkvæmum vöruskiptum. Já, á þessum tímu þá voru allir hlutir skammtaðir og hjá okkur leigubílstjórum var mjög erfitt að fá hlutina og sérstaklega var það með hjólbarðana, það var sérstaklega erfitt með þá og þá vildi það nú til að ég var alveg að vera að stoppa einu sinni og þá datt mjög bara að tala við hermina sem ég var að keyra og sagði það, ég verði að stoppa út af dekkjalis og þá sagði bara einn allt í einu, já ég skal redda dekk á konta klukkan 5 á morgun upp að Helgafellskampi og þar mætti ég klukkan 5 og þá bara leið ég stoppaði þá bara runnu 4 dekk niður brekkuna til mín og ég tók og setti í bílnum og fór mína leið. En hvernig launaðir þú þessum manni greiðan? Ég reddaði bara til með vískurverkum daginn eftir eða bara seinna. Það var eina sem þeir hugsuðu En var þetta þá eitthvað sem þeir nældu sér í úr birgðageymslum hersins? Já, það segir sér nú sjálft, þeir höfðu ekki neina verslun þessi bílar og maður var ekkert að spekulera hvaða þeir kæmu með það. Þörfin var svo mikil. Bretar tóku í landvörnum sínum mið af samgöngum, hvar hafnaraðstaða var best, hvernig háttað var vegasambandi við aðra landshluta og hvar gera mátt út flugbáta og leggja flugvelli. Suðvesturhorn landsins var mikilvægast í þessu tilliti. Sökum mikilvægis hafnaraðstöðunar og flugvallar í Reykjavík var lögð mest áherslan á að verja Reykjavíkursvæðið, enda var þar komið fyrir 75% af öllum heraflanum. Á Norðurlandi var viðbúnaðurinn í meðallagi með höfuðáherslu á Eyjafjörð og á Austurlandi var aftur tiltölulega lítill viðbúnaður þrátt fyrir það að á Seyðisfirði væri mjög mikilvægt herskipalagi. Reykjavík var því lykillinn að vörnum landsins og lykillinn að vörnum Reykjavíkur var Vassendahæð.
Þar skammt frá komu saman vegirnir vestur og norður í land og austur fyrir fjall til Suðurnesja og Þingvalla og frá Vassendahæð mátti sækja fram í allar áttir gegn aðvífandi árásarliði. Megin hluti herliðsins á þessu svæði var austan við bæinn í Mosfellssveit, á Kjalarnesi og við Geitháls. Þessar mundir skorti Breta mjög flugvélar til eftirlits og loftvarna, auk þess sem flugvellir voru engir. Fyrsta sumarið höfðu þeir hér aðeins nokkra gamla og úrelta Walrus flugbáta sem gerðir voru út frá Reykjavík, Akureyri og Reyðarfirði. En strax fyrsta sumarið var byrjað á flugvallagerð í Reykjavík og Kaldaðarnesi þótt Bretar vissu að þar var hætta á flóðum vegna ölfusár. Hafa verður í huga í því sambandi að á þessum tíma voru flugvellir víðast hvar grasvellir og Bretum lá mjög á að koma upp lágmarksaðstöðu til flugs sem fyrst. Upphaflega var reyndar heldur ekki gert ráð fyrir miklu flugi héðan að vetrarlagi. Sumarið 1941 var Reykjavíkurflugvöllur tekin í notkun og svipað leyti var lokið við völlin í Kaldaðarnesi. Að auki voru sléttaðir vellir á Garðskaga við Odda og Rangárvöllum, Höfn í Hornafirði og á Melgerðismelum í Eyjafirði. Þegar völlurinn í Kaldaðarnesi var tilbúinn fluttu Bretar þangað nokkrar vélar að fer í battlegerð. En þær voru gamlar og ekki síður úreltar en flugbátar þeirra. Svo slæmt var ástandið í þessum efnum að einn yfirmanna breska flughersins hafði á orði að jafn gott væri að hafa hér flugdreka til loftvarna, enda nægur vindur á Íslandi. Og nokkru síðar voru svo sendar hingað nokkrar Hurricane orrustuvélar. En þetta sumar urðu Bretar fjölmennastir hér, þá voru hér alls 28.000 breskir setuliðsmenn, mestmegnismenn úr varaliði landhersins. Fljótlega eftir hernám Noregs fór að koma hingað til hans norsk fiskiskip með flóttafólk og þá tók breski flotinn þessi skip í sína þjónustu og starfrækti hér við land ásamt nokkrum litlum norskum herskipum sem við hingað komu. Rösklega 100 norskir landhermenn voru líka á Akureyri. Þar áttu þeir að kenna breskum hermönnum fjalla og vetrarhernað. 1941 og 2 var hér einnig flugsveit norska flotans undir breskri stjórn. Þessi norska flugsveit hafði bækistöðvar á nokkrum stöðum á landinu en aðalstöðvarnar voru í Nauthólsvík. Norðmennirnir sinntu skipa- og kafbáta eftirliti umhverfis landið og voru annálaðir fyrir að fljúga mikið á Northrop flugbátum sínum og skeita lítt veður eins og Nirði Snæhólm, Íslendingi sem var í þessari norsku flugsveit í minni. Það var ekki með þennan ræða. Ef það vantaði flugvélar til þess að verja skipulegtir hérna og reyna að finna út kafbáta og láta þá vita aðeins aðra, tundurspilla þessi tótt. Þá náttúrulega var það að gera það sko, því að það er ekki hægt að vita af nokkur þúsund mönnum hér út í hafi sem eru kannski drepnir bara vegna þegar menn drullast ekki út og reyna að bjarga þeim. Því að sjáum það vel ekki ráðist á þá. Og meðan að vélarnar voru í lagi og þó að veðrið væri svona, það var ekkert því að gera því að... Menn urðu að fljúga hvað sem tautaði rölaði? Já, svo var ómúlegt að vera smáþjóð með nokkra menn í hernaðum og láta það komast upp að menn sé bara ræddir og þori ekki að gera þetta sem sagt að gera. Það gengur bara ekki. En smám saman fór að koma í ljós ýmsir agnúar á sambýlinu við setuliðið. Á öndverðu ári 1941 blönduðust yfirvöld breska herliðsins í íslensk verkalýðsmál þegar upp kom svonefnt dreifibréfsmál. Dagsbrún og fleiri verkalýðsfélög voru í verkfall í ársbyrjun 41. Og Bretar fóru að reyna að brjóta það verkfall á bakaftur og láta hermennina sína fara að vinna sem verkfallsbrjóta. Það var samið dreifibréf á ensku og útbýtt á meðal bresku hermannanna. Breska herstjórnin leit svo á að með þessu dreifibréfi íslenskra sósíalista væri verið að hvetja hermennina til uppreisnar og brást harkalega við. Þeir sem útbýttu þessu voru ýmsir teknir af Bretunum og settir inn í fangelsi á Kirkjusandi. Það er meðal annars 8 félagar okkar úr Dagsbrún. Þessum menn var hótað því að skjóta þá. Þeir skambis á borðinu hjá sér hermenn og skjóta þá þeir ekki segðu hver hefði samið þetta. Þeir sagðist ekki vita það. Veist þú hver samdi dreifibréfið svo kallaða? Getur þú sagt okkur frá því? Ekki hver það var, ekki sagt okkur frá. Ég var breskur stúdent í Oxford. Ég var mikið af kommunistum bæði í Oxford og Cambridge. Og við höfum náðum góðu sambandi við þessa menn. Og þessi menn voru hér í breska hernum? Já, þessi menn voru venjulega mjög framalega í leyniþjónustunni bresku mér að segja. Hvernig náðu þið sambandi við þá? Og við náðum sambandi við kommunista. Við erum ekkert að skýra frá því. Flest blöð í landinu höfðu gagnrýnt þá sem að dreifibréfinu stóðu og jafnvel kalla verk þeirra landráð. Undantekning frá þessu var Þjóðviljinn. Hér sem annars staðar litu kommunistar á þessum tíma svo á að stríð Þjóðverja og bandamanna væri viðureign borgarastéttanna í þessum löndum og sú afstaða breyttist ekki fyrir en Hitler rauf gríðasáttmálann við Stalin í júní 1941.
Þjóðviljinn hafði því skrifað mjög óvægilega breska setuliðið. Herstjórnin leit svo á að blaðið var að hvetja til verkfalls á Reykjavíkurflugvelli sem haft gæti alvarlegar afleiðingar fyrir öryggi skipalesta á Atlantshafi og bannaði útgáfu þess í apríllok og lét leið handtaka 3 starfsmenn blaðsins, Sigurð Guðmundsson blaðamann, Sigfús Sigurhjartarson ritstjóra og varaformann Sósíalistaflokksins og Einar Olgeirsson ritstjóra sem að auki var formaður Sósíalistaflokksins og alþingismaður. Ég var einn heima og litla dóttir okkar, Sólveig, hún svaf inn í hinu herberginu, hálfsannars árs gömul. Þá kom þeir þarna 5 undir forystu hins liðsforingja og sögðu að ég ætti að koma með þeim. Ég neitaði því og sagði að þeir hafði enga rétt að stekka mig, mér að segja að íslenska lögreglan geti ekki tekið mig. Þú varst þingmaður. Og þeir sögðu að þeir spurði ekkert að því, þeir gerðu það. En ég sagði að það var ómögulegt að taka mig og skilja barni eftir eitt þarna. Ég heimtaði að fá að tala við Hermann Jónasson í símann, hann var þá forsætisráðherra. Þeir lögðu höndin á símann og neituðu því. Ég heimtaði að fá að tala vegna Kúfuð Hansson, hann var lögreglustjóri. Þeir neituðu því og lögðu höndin á símann. Sigríður kona Einars var nú sótt áður en farið var með mann hennar á brott. Hún tókst afskaplega vel, alveg fram úr skarandi. Lét ekkert á sig fá, hún ætlaði ekki að láta breska hermenn sjá að íslensk kona begði sig eitthvað þegar þeir væri sín ofbeldi. Nú, þegar hún var komin þarna þá var svo allt í lagi. Ég fékk að taka 2 bækur með, annað var ævisaga Karls Marx eftir Franz Mehring og þýsku. Og hitt var Ljóð Stefáns Georgs og 3 fyrstu bindin bundið saman í eitt. Með það 2 bækur fór ég. Þarna hafði íslenskt blað verið bannað og alþingismaður tekinn höndum og það hlaut að kalla mótmæli íslenskra stjórnvalda. Við vorum afar óánægðir með það og það voru algjör samtökum að mótmæla því harðlega bæði á alþingi og á ríkisstjórnarinnar hendi. Ólafur Thors, hann hringdi einmitt til konar minnar daginn eftir vegna þess að þeir ákváðu að hún skyldi halda mínu þingmannslaunum á meðan að ég var í fangelsi. Svoleiðis að hún hélt þessu, hún hafði annars hugsað sér að reyna bara að fara í ráðskonustarf einhvers staðar til þess að vinna fyrir sér. En Ólafur Thors hringdi í hana og sagði henni þetta. En hvað er úrsakullið? Sagði Sigríður. Já, það er bara í Morgunblaðinu, sagði Ólafur. En þeir þremenningarnir voru fluttir á herflutningaskipi til Bretlands og síðan til Lundúna. Þar var þeim komið fyrir í sérstökum búðum, gömlu skólahúsi, meðan mál þeirra var rannsakað og ákveðið hvað við á skyldi gert. Á þessum tíma gerðu Þjóðverjar harða hríð að Bretum með miklum loftarósum á breskar borgir, þar á meðal Lundúnaborg. Kallaði aftansöngi hjá Hitler, hann byrjaði einnig 8-leytið og hann var harðvítugur, sérstaklega nóttina 10. maí. Þá dundi loftarósir, við heyrðum alveg í flugvélunum þegar það flug inn yfir því að Bretar náttúrulega svo bátt með verjast. Og maður vissi ósku vel að það hvort og takkan mínútunni fyrir eða síðar gat oltið á því hvort það færi í skólaðarna hjá okkur eða rétt hjá. Ráði lífi og dauða. Já, völlurinn var allur ösku, fullur af ösku, morgunin eftir. Skjör sem hafði brunnið í húsunum í kring. Og meðal annars, þá fann ég þetta hérna, þar er auðsjáanlega springjubrot frá loftarósunum í september. Og sem að gerði að ég tók það var að það var farið að vaxa 1 strá hérna. Og mér fannst að vera svo góðu vitnisburður hvað lífið væri sterkar en dauðinn. Skömmu síðar voru þeir félagar fluttir í Brixton fangelsi í Lundúnum. Við vorum sem sé settir þarna inn, settir fyrst í klefa þar sem við gátum ekki einu sinni staðið uppréttir og svo yfirheyrðir. Svona það nauðsynlegasta. Yfirheyrðir hvað þá? Ja, hvers vegna við værum komnir hérna og svoleiðis. Og við sögðum það. Nú, síðan vorum við settir í fangelsið, einn í hvern klefa.
Ég var á 4. hæð, fangaklefanum 25. Á morgnana þá vorum við mættir með okkar blikkdisk fyrir utan klefan. Þá komu 2 fangar með stóra olíutunnu fulla hafragraut og starfsmaðurinn í fangelsinu, hann tók stóri sleif og sletti hafragraut á blikkdiskinn. Hann átti að borða mjólkurlausan og sykurlausan og hans kekkir í honum sem ómögulegt var að borða, en við borðuðum allt hitt. En eini almennilegi maturinn sem við fengum, það voru 4 þykkar rúgbrauðssneiðar seinnipartinn. Og það var svona glatti að smjörlíki sem við fengum með þeim. Það gerði ekki til, rúgbrauðið var virkilega gott. Þetta hefur verið heldur illur kostur. Það var víst reiknað út að fangar gætu lifað af þessu og ég býst að rúgbrauðið hafi verið mjög næringaríkt. Við vorum þarna innilokaðir í klefa 19 klukkutíma sólarhring. Einhver 2 klukkutíma sem við gátum gengið úti, smá hring svona í fangelsisgarðinum. 22. júní, það var sunnudagur, þá Sigfús hann hafði skrifað okkur allir inn í bresku kirkjuna. Skrifaði, tekið voru af okkur. Hvernig stóð á því? Hann bara gerði að ganni sínu. Hann var ekki í kirkjunni frekar en ég, á Íslandi. Hann var guðfræðingur. Og svo fór hann í kirkju 22. júní. Og þegar hann kemur úr kirkjunni þá segir hann við okkur, já, nú skulum við sjá hvort það borgar sig ekki að fara í kirkju. Hvað haldið að presturinn hafi sagt á predikunarstólnum? Hann sagði að í nótt hefðu hersveitir Hitlers ráðist á Sovétríkin. Þjóðverjar hófu nú mikla og hraða sókn inn í Sovétríkin, en af þessari innrás þeirra leiddi þau þáttaskil í stríðinu og Sovétmenn gengu til liðs við bandamenn. Hér heima voru líka ýmis tíðindi í aðsigi. Bretum hafði lengi verið ljóst að miklu skipti að þeim tækist að fá Bandaríkjamenn sér til hjálpar. Bretar voru mjög aðþrengdir í stríðinu, en Roosevelt, Bandaríkjaforseti, vildi reyna að hjálpa þeim á allan þann hátt sem að hann gat. Það urðu tímamót í þessu efni í ársbyrjun 1941 þegar að Bandaríkjaþing setti svo kallaða láns- og leigulöggjöf. En í henni fólst að Bandaríkjamenn tóku að sér að sjá bandamönnum fyrir vopnum og vistum í miklu stærri stíl heldur en áður hafði þekkst. En vandinn var þessi, hvernig átti að koma öllum þessum vopnum og vistum yfir hafið. Þjóðverjar höfðu hafið kafbátasókn á Atlantshafi sama leyti og þessi löggjöf var sett í Bandaríkjunum og þeim tókst að kreppa mjög að Bretum, söktu fjölda skipa og skipasmíðastöðvar í Bretlandi og í Bandaríkjunum höfðu ekki undan því að smíða skip á þessum tíma. Og svipaleyti fóru Bretar mikla hrakfari fyrir Þjóðverjum í Grikklandi og Norður-Afríku og nokkru síðar líka á Krít. Það var vitað að langmikilvægasta hjálpin sem að Roosevelt gat veitt Bretum var sú að Bandaríkjafloti tæki að sér að venda skipalestirnar yfir Atlantshaf. En þetta var ákaflega erfitt viðfangs fyrir Roosevelt vegna hlutleysisins löggjafar í Bandaríkjunum sem að bannaði bandarískum skipum að fara inn á átakasvæði. Roosevelt þurfti þess vegna átyllu til þess að fyrirskipa Bandaríkjaflota að venda skipalestirnar og sú átylla var að Bandaríkin tækju að sér hervernd Íslands. Og þannig var hægt að tryggja þessa miklu og mikilvægu flutninga langleiðina yfir Atlantshafið. Raunar vonaði Bandaríkjaforseti að Þjóðverjar réðust á bandarísk skip á þessari leið, þannig að hann fengi átyllu til þess að láta fylgja skipalistunum alla leið til Bretlandseyja og sú varð fljótlega raunin. Þegar 1940 hefðu Bretar farið að viðra hugmyndir þess efnis að Bandaríkjamenn leystu þá af hólmi á Íslandi og í ársbyrjun 1941 hefðu íslenskir þingmennaráðherrar rætt sín á milli það hvort til greina kæmi að fara fram á bandaríska hervernd. Því að þeim hafði þá borist vitneskja að Bandaríkjamenn kynnu að vera fúsir til slíks. Niðurstaðan af þessum viðræðum er nú óljós, en þó virðist meirihluti hafa verið á þeirri skoðun
að Íslendingar ættu ekki að hafa frumkvæði af því að biðja Bandaríkjamenn að taka að sér verndina. Hermann Jónasson, hann ræddi þetta mál á þessum fundi og tók það einmitt fram að hann teldi ekki rétt að ræða við Bandaríkjamenn þetta mál fyrr en þá ljóst væri að Bretar væru að tapa í stríðinu. Þjóðverjar væru að sigra, lét orða því liggja. Nú síðan hafa menn haldið því fram að þetta hafi komið til af því að Hermann hafi verið í raun og veru hliðhollur Þjóðverjum. Þess vegna hafa hann verið ófús til þess að semja við Bandaríkjamenn á þessum tíma. Þetta telji vera alrangt. Eins og fram kom síðar í júní 1941, nokkrum mánuðum eftir þessa viðræður, þegar að breski sendiherrann í Reykjavík, Howard Smith, bar upp þá ósk Breta að Íslendingar semdu við Bandaríkjamenn hervernd. Svar Hermanns, fyrsta svar hans, var á þá leið að Íslendingar væru ekki tilbúnir til þess að óska eftir slíku. Og hann vísaði þar einmitt til þessara viðræðina, þingmanna og ráðherra. Hann ræddi einnig það á þessum fundi með Howard Smith að framkoma breska hersins á Íslandi hefði verið til fyrirmyndar margt. Þarna kemur fram að Hermann vissi hvað hann hafði en vissi ekki hvað hann myndi reppa með Bandaríkjaher. Og breski sendiherrann sendi nú í flýti skeyti til Lundúna þar sem hann greindi frá því að íslenski forsætisráðherrann væri ekki reiðubúinn til þess að biðja bandaríska hervernd. Þetta skeyti virðist hafa vakið hálfgerða skelfingu í breska utanríkisráðuneytinu. Og Eden, sem þá var utanríkisráðherra, sendi tafarlaust skeyti til Reykjavíkur, til Howard Smiths, þar sem hann gaf honum heimild til þess að beita hótunum við Íslendinga. Í fyrsta lagi, og það nú eiginlega dálítið spaugilegt, að Bretar myndu kalla hersinn á brott frá Íslandi og skilja landið eftir varnarlaust. Þetta spaugilegt að því leyti að þarna hefðu Bretar í raun og veru, ef þeir hefðu framkvæmt þessa hótun, verið að taka til greina mótmæli Íslendinga við hernáminu 1940 og fara að óskum ríkisstjórnarinnar. En að sjálfsögðu vissu þeir vel á þessum tíma hefðu Íslendingar alls ekki verið reiðubúnir til þess að láta breska herinn hverfa á brott hérðan. Í öðru lagi var Smith gefin heimild til þess að beita Íslendinga viðskiptaþvingunum. Neita sem sagt að framlengja eða endurnýja viðskiptasamning við Íslendinga. Með öðrum orðum að svelta þá til hlýðni. Beitti sendiherrann þessum hótunum? Nei, Smith beitti þeim aldrei vegna þess að hann vissi mæta vel að þjóðstjórnin var hlynnt málstað bandamanna í styrjöldinni og spurningin snerist fyrst og fremst það hvaða form þessi samningur ætti að taka og hann vildi þess vegna láta reyna á það hvort ekki væri hægt að semja við Íslendinga. Meðan skeytin gengur fram og aftur milli Reykjavíkur og Lundúna hafði ríkisstjórnin íslenska komið sér saman að ganga til samninga við Bandaríkjamenn hervernd. Og síðan var það samið milli Smiths, breska sendiherrans og ríkisstjórnarinnar að komast að málamiðlun sem að væri á þá leið að Roosevelt, forseti, gæti haldið því fram heima fyrir að Íslendingar hefðu beinlínis farið fram á hervernd og jafnframt var orðalagið þannig að ríkisstjórnin gat haldið því fram hér á landi að frumkvæðið hefði komið frá Bandaríkjamönnum og hún hefði aðeins fallist á tilmæli þeirra. Hvers vegna þurfti Roosevelt þessa áttillu heima fyrir? Ástæðan var sú að hann gat ekki sent hér til Íslands án þess að fyrir lagi samþykki íslensku ríkisstjórnarinnar. Vegna þess að Bandaríkin voru hlutlaust ríki á þessum tíma og sem hlutlaust ríki gátu Bandaríkin ekki hernumið annað hlutlaust ríki. Af mikilvægi herverndarsamningsins fyrir bandamenn leiddi meðal annars að samningsstaða íslensku ríkisstjórnarinnar var mjög góð. Íslendingar gátu nánast sett Bandaríkjamönnum og Bretum hvaða skilyrði sem að þeir vildu og gerðu það.
Í fyrsta lagi þá settu þeir það skilyrði að Bandaríkjamenn lofuðu að kveðja héðan á brott allan herafla sinn í stríðslok. Í öðru lagi að Bandaríkjamenn ábyrgðust sjálfstæði Íslands. Þetta var mikilvægt vegna þess að Íslendingar á þessum tíma voru að ráðgera að slíta sambandinu við Dani, þannig að það var ákaflega mikilvægt að fá fram þarna, má segja, viðurkenningu og ábyrgð Breta og Bandaríkjamanna á sjálfstæði landsins. Í þriðja lagi settu þeir Bandaríkjamönnum það skilyrði að þeir greiddu fyrir íslenskri utanríkisverslun á allan þann hátt sem að þeir gætu. Nú Bretum var sett það skilyrði í fyrsta lagi að þeir dræju ekki herafla sinn á brott héðan fyrr en varnir Bandaríkjamanna væru orðnar það traustar að Þjóðverjar gætu ekki ráðist hér til atlögu. Þetta ákvæði merkilegt vegna þess að það má segja að með því hafi ríkisstjórn Íslands fallið frá mótmælum sínum gegn hernáminu 1940. Breski herinn sat héðan frá sumri 1941 með samþykki íslensku ríkisstjórnarinnar. Og einnig setti hún Bretum það skilyrði að þeir slepptu úr haldi öllum íslenskum föngum í Bretlandi, en þar á meðal voru starfsmenn Þjóðviljans og einn þeirra var Einar Olgeirsson alþingismaður. En var þessi samningur, herverndarsamningur Íslands og Bandaríkjanna þá ekki raun mikill áfangi á þeirri leið að fá Bandaríkjamenn til beinnar þátttöku í stríðinu? Samningurinn, það má lýsa honum sem stærsta skrefi Bandaríkjamanna inn í styrjöldina. Og það ljóst að jafnvel þótt ekki hefði komið til þessara árásar á Pearl Harbor, þá voru Bandaríkjamenn í raun og veru gengnir í lið með Bretum og styrjöld við Þýskaland var óhjákvæmileg eftir að þeir höfðu skorist í leikinn með þessum hætti á Atlantshafi. Og 7. júlí 1941 stígur svo fyrstu bandarísku hermennirnir rösklega 4.000 landgönguliðar á land í Reykjavík. Og Bretar voru ekki seinir á sér að vekja í fréttamyndum athygli á þeim umskiptum sem voru að verða á Íslandi þetta sumar og haust. America's coming on in strength. The quays at Reykjavik are busy with the unloading of stores which accompany a good-sized contingent from the United States, helping to keep the Nazis out of Iceland. And inspection. Major General Bonesteel is commander of the United States troops in Iceland. The British commanding officer is Major General Curtis. In the group watching the parade are also the Naval and Air Force chiefs of the island. The British troops march past in honor of the new arrivals, and as they swing by, the eye lights upon British and Americans, getting to know each other beneath the statue of Iceland's first settler of AD 874. And this is the new foundation of friendship to guarantee world peace for our children. En hvernig leist þá Íslendingum á þessa viðbót við setuliðið? Ég tók náttúrulega eftir því að þeir voru miklu betur búnir og það var miklu voldugur í allur þeirra búnaður, allt það sem kom með. Það var æðimikil mismunur á því þegar að þeir komu. Það var nú sérstaklega fyrsta liðið sem kom, það var kallað úrvalslið. Þeir voru afburðamyndarlegir menn, velklæddir og myndarlegir menn. Maður sá þessa trukka sem við köllum síðan 10 hjóla trukka. Þetta var ekki áður og léttbyggðar í bíla og fatnað allan og húsbúnað. Það var ekki sambærilegt. Braggarnir sem að Ameríkumennir kom með sem Bretarnir byggðu fyrst, sem voru nú frekar lélug efni og ryðguðu niður en hinir voru miklu betri. Allt meira og betra hjá Bandaríkjamönnunum. Manni fannst alveg greinilegt sko að það var svo gífurlegur munur og þeir virtust hafa miklu meira úr að spila einhvern veginn, bæði til að þjóna sér, híbílum sínum og þá hernum líka, tæknilega síðan svona frá bæjardýrum okkar brákanna. Þegar að Kani kom þá fór nú heldur betur að vænkast hagur okkar barnanna, því að þó að þeir verið nú ekki eins góði vinur okkar og Bretarnir voru, að þá fór að streyma úr gnægtarhorninu því að þeir virtust hafa allt til alls. Einu sinni í viku fór hér birgðabíl út á Nes
og þegar að Kanarnir tóku eftir okkur krökkunum þá fóru þeir að henda svona einn og einn appelsínu til okkar og höfðu greinilega mjög gaman að því. Síðan fórum við að læra á ferðir þessa birgðabíls og þegar að vonum var á honum þá röðuðum við okkur hér Singhurum megin og í skurðinn beggja vegna vegarins og spruttu síðan upp þegar bíllinn kom og þá fóru þeir að hendi okkur heilu kössunum af eplum og appelsínum og við rótuðustu þarna í forinni eða reykinn eftir hvernig veðrið var og ég gleymi aldrei hlátraskollunum í Ameríkönunum þegar þið sáu þennan unga íslenska æskulíð veltast þarna hverum annan þveran í götunni. Þetta var okkar stríð. Einn kunnasti maður þessa tíma, Winston Churchill, forsætisráðherra Breta, kom í heimsókn 16. ágúst 1941. Í beinu framhaldi af komu fyrstu bandarísku hermannanna hingað. Bretar gerðu heimsókninni umsvifalaust góð skil í fréttamynd frá Íslandi. In Reykjavik, Mr. Churchill met the service chiefs in charge and inspected sailors and soldiers and airmen. The Premier spoke to the Icelanders from the balcony of the Regency. He was greeted with smiles and cheers which acclaimed him as the champion of liberty for all men. Outside the Regency, he inspected American Marines and afterwards chatted with the men and women who had made our troops so welcome. On his journey back to Britain, Mr. Churchill was accompanied by Ensign Roosevelt, the President's son, who stood with him at the saluting pace for the march past. First, the Marines. Now, the Royal Navy. Norway. And the Army. The Royal Australian Air Force. The visit to Iceland was over. Leaving on the last leg of his journey of thousands of miles, our Prime Minister said goodbye. And goodbye to Iceland's Premier, Hermann Jónasson. So back to the ship which had been his home during these tremendous days. Hann hafði nú hratt á hæli og þetta var bara skyndi heimsókn. Hann var náttúrulega fyrst og fremst að heimsækja breska herinn hérna á Stappíastálinu og maður gerði sér grein fyrir því hvaða óskaplegum vanda þessi maður var staddur. Og það var eiginlega stórkostlega áhrifamikið bara að komast í snertingu við hann þó að lítilsháttar væri. Og ríkisstjórnin náttúrulega átti ekki viðræður við hann einstök atriði styrjaldareksturs eða sambúðarinnar við Breta. Heldur var þetta svona eins konar kurteisi heimsókn til hennar. En við gerum okkur náttúrulega grein fyrir því að hann var að koma frá fundi með Roosevelt þar sem að þeir hafði tekið stórkostlegar, örlagaríkar ákvarðanir sem juku líkurnar fyrir því að Bretum væri að berast hjálp. Bandarísku landgönguliðarnir styrktu varnir Breta umhverfis Reykjavík
og þeim var komið fyrir í herbúðum í Mosfellssveit, á Kjalarnesi og upp við Geitháls. Þetta var þjálfað lið atvinnuhermanna tiltölulega vel vopnað og meðferðis höfðu Bandaríkjamennirnir meðal annars litla skriðdreka og brinnvarða bíla. Landganguliðarnir höfðu þó lítil not fyrir kunnáttu sinni í hernaði því að þeir voru óðara settir í að reisa bragga yfir bandaríska landhermenn sem væntanlegir voru haustið. Nú fóru líka að koma hingað bandarískar orrustuflugvélar sem komið var fyrir í Reykjavík, Kaldaðanesi og síðar einnig á Melgerðismelum. Bandaríkjamönnum var í fyrstu falið að sjá varnir Hvalfjarðar og nágrenni Saltofan úr Borgarfirði suður undir Reykjavík. Haustið komu svo fyrstu bandarísku landhermennirnir en töf varð á að fleiri kæmu veturinn svo að það var ekki fyrr en vorið 1942 að bandaríski landhermenn leystu að marki af hólmi félaga sína úr landganguliðinu og breska hernum. En hvað fannst þeim land og þjóð þessum nýju hermönnum sem nú voru hingað komnir samkvæmt hervendarsamningi ríkisstjórna Íslands og Bandaríkjanna? Einn þeirra var Donald Reagan sem síðar var starfsmannastjóri Hvíta hússins í forsetatíð Ronalds Reagan en var ungur maður í bandaríska landganguliðinu hér. I must say, looking back on it at that time, it was a mixed reaction. Some people were not happy that we came there. Other people were, depended upon the point of view as to which side I think they favored in the European conflict. First thing, naturally, Icelandic people would be cold towards strange soldiers. So we had to show them that we were friends, and when we became friendly, why, there wasn't anything they wouldn't do for us. They may not have liked our presence there, but they speak Gamla Norsk, where you come from. And Norway and Denmark were absolutely under the heel of Hitler. So much better us than they, all your Icelandic friends knew what was happening in Norway. So they wished us good luck. Even though I was from New England and used to snow and cold weather in winter, of course, when we first arrived, it was summer. I was not used to the long summer nights. I recall seeing a farmer out haying in his fields, and it was 11 o'clock at night. I mean, that bothered us from getting used to sleeping. And then, of course, later when it was wintertime, and we had, 2 or 3 hours of daylight, it was very difficult to get your work done in that short space of time. That was the first thing. Second thing I couldn't quite get used to was the wind in Iceland. That wind constantly blows. We finally, of course, got used to it with heavy clothing and so forth to keep warm. But when we first went up there, we had summer clothing. The third impression I remember vividly was the absence of trees. Coming from the States, and I had done my Marine Corps training in Quantico, Virginia, very green, tall trees, that sort of thing, and then go to Iceland with no trees to speak of, that created quite an impression on me. I found the Icelandic people very, very sociable and very nice. I didn't know how beautiful a city Reykjavik was. I had no idea how beautiful the ladies up there were, how great the fishing was, or anything else. It all came for all of us. None of us had ever been there before. Japanar réðust á höfn bandaríska Kyrrahafsflotans, Perluhöfn og Hawaii-eyjum í desember 1941. Og þarna í Eyjamörgin og Eldhafinu urðu mikil tímamót í styrjöldinni. En Bandaríkjamenn óttuðust að óvæntar árásir kynnu að verða gerðar víðar, þar á meðal hér. The Navy put everybody on alert, and for 72 hours after Pearl Harbor, we slept in shifts. We constantly manned our guns because we were afraid of a dual deployment by the Axis. That is, Germany would attack Iceland as the Japanese attacked Pearl Harbor. And so we had to stay on the alert, but luckily, except for a couple of Focke-Wulf planes that came over for observation purposes, nothing happened. Nú voru Bandaríkjamenn formlega orðnir aðilar að styrjöldinni. Bandaríkjaþing lýsti við stríð á hendur Japönum og Þjóðverjum og Hitler tilkynnt að Þjóðverjur rættu nú í stríði við Bandaríkjamenn eins og bandamenn þeirra Japanar. Í desember 1941 var líka orðið ljóst að vonir Hitler sem að geta gert út af við Sovjetmenn með einu höggi myndu ekki rætast. Þýskar hersveitir höfðu vissulega sótt langt inn í Sovjetríkin en þeim hafði ekki tekist að brjóta Rauða herinn á bak aftur.
Þótt enn væri langt í land með að bandamenn færu að þrengja að Þjóðverjum, eigðu þeir nú vonarglætu í viðureign sinni við þá. Og hér á landi tóku Bandaríkjamenn til við að koma sér fyrir og gerðust fljótt umsvifamiklir við framkvæmdir. Þeim þótti sem herflutninga til landsins gengi ekki nógu greitt og gerðu því ýmsar endurbætur á Reykjavíkurhöfn. Þeir voru líka stórtækir við flugvallagerð og lögðu 2 velli við Keflavík. Annar fékk brátt það megin hlutverk að vera millilendingastaður fyrir flugvélar sem nú var tekið að fljúga í 1000 tali yfir hafið frá Bandaríkjunum til þess að nota í styrjöldin á meginlandi Evrópu. Þegar mest var fóru hann meira en 1000 herflugvélar á einum mánuði og á annað 100 stóra 4 hreyfla véla var þar samtímis. Hinn flugvöllurinn við Keflavík var til loftvarna og þar voru orrustuflugvélar allt til stríðsloka. Auk þessa var ratsjáreftirlit stóraukið og loftvarnabyssum fjölgað til muna. Menn úr bandaríska flotanum komu hingað þegar sumarið 1941 með skip og flugvélar til þess að fylgjast með og verja skipalestir. Raunar má segja að varnir landsins hafi þá fyrst komist í gott horf þegar Bandaríkjamenn höfðu tekið við af Bretum. En hér voru nú erlendir bátar af ýmsu þjóðurinn og annarri hverri þúfu og hernaðarframkvæmdir blöstu hvarvetna við augum. Mikil leynd hvíldi auðvitað yfir því hversu margir settulismenn væru, en skiljanlegt var að Íslendingar mikluðu fjölda þeirra fyrir sér. Á kreiki voru tölur að hér var jafnvel alltaf 100.000 hermenn. Raunverulegur fjöldi var þó alltaf mun minni en þó ærinn, þegar haft í huga að á þessum árum voru Íslendingar ekki nema 120.000. Þegar að mest var hér sumari 1943, þá voru hér rétt tæplega 50.000 breskir og bandarískir hermenn.